Við bjóðum ykkur velkomin hingað og erum að leggja á stað í einhverja ferð sem að við vitum þegar öllu er lokið og dagskráin tæmd að þessu sinni. Það hefur margt breyst í þessu ágæta land okkar. Við sem erum komið á aldur, við unnum eftir miklum breytingum í bæjarfélaginu okkar og engu blöðum það að fletta. Það hefur tekið stakkaskiptum frá því sem áður var og ég er ekkert verið að benda á eitthvað verra eða betra, heldur bara verið að segja það að þetta hefur breyst alveg rosalega mikið og allur mórall og allur tíðarandi einnig, þannig að þetta er ekki svipur hjá sjón hjá því sem eitt sinn var. Þegar að voru malargötur og malargöturnar voru svo sem ágætar en þær höfðu ákveðin ókost sem var þegar bleita var. Vildi nú allt meira og minna breytast í svað. Göturnar í rigningatíð þær jusu upp á bílana og þeir gerðu þá haugskítuga og varla það hefur verið malbikuð eða steypt gata. Í Hafnarfirði voru 2 götur sem voru malbikaðar og steyptar. Það var Skúlaskeiðið í Hafnarfirði sem var steypt kannski 62. Bjó ég þar rétt hjá og man vel eftir því þar var verið að steypa þessa götu. Ég minni það nú, mann hafa nú annars slagið farið að blautri steypinu og stungið fingri í steypuna meðan hún var enn blaut og hvort það var lagað eða ekki veit ég ekki, en þetta eru svona krakkar sem eru kannski ekki alveg að vita hvað tíminn klukkan slær. En þetta voru göturnar, það var sem sagt Skúlaskeiðið og það var Strandgatan að svona hluta til slipsins eða svona nálægt slippinum og þar endaði það nú allt saman og einhver partur af Hverfisgötu var það ekki. Allavega kemur það einhvern tímann þarna á milli 60 og 70. En ég held ég megi segja að aðrar götur í firðinum hafi bara verið malargötur. Og Malargatan var þeim eiginleikum gædd að hún vildi nú fá í sig hólur og svo þegar koma í rigningaformi þá fylltust þessar hólur af vatni og svo komu bifreiðar og þær skelltu dekkjunum ofan í þetta vatn og skvetti vatninu í allar áttir og menn fengu á sig kannski skvettu eða þeir voru þarna einhvers staðar nálægt og breyttu svip að brúni sigu en ég held að hafi nú aldrei verið neitt vesen út af því þegar menn bara vissu að þetta var og þetta reyndu ökumenn að vera ekki að skvetta mikið yfir fólk en það gat alveg gerst. Menn töluðu nú bara láta hreinsa þetta, kallar geta bara borga hreinsunina og eða lendi í þessu og minnir að það hafi einhvern tímann verið látið á þetta að reyna. Man ekki alveg hvernig það fór eða það getur líka vel verið að misminna en ég man að því að menn töluðu að láta þess að kalla bara borga þetta maður. Menn voru ekki trefnir að því að fá yfir vatnið úr pollunum. En svona voru nú þessar ágætu götur okkar í Hafnarfirði að það voru bara þaktar pollum, litlum og stórum pollum þegar það rigndi vegna þess að gatan, hún bara seig, það var bara þannig og svo var verið að laga þetta náttúrulega. Vegaveillinn fór reglulega þessar götur og í hvers skipti sem hann fór göturnar og þá verður það enn skárra og eftir. En það var bara einhvern tíma svo þegar rigning kom og önnur og þriðja þá voru þessar hólur komnar í göturnar og sem auðvitað fylltust af vatni í næstu rigningatíð. Þessar götur þar voru bara oft svolítið svað. Þetta voru malargötur, öðruvísi ef þetta væri moldarbornar götur þá hefði svaðið verið miklu verra en ég held að það hefði nú verið það tíma, svona moldarborðið eitthvað. En svo held ég að menn hafa nú verið farnir að nota meira sandin og mölina og það hlýtur nú hafa verið eitthvað skárra. Malargata er bara eitthvað sem var einu sinni og eflaust sú staða í mörgum tilvikum að
þetta unga fólk í dag, það kannski veit ekki hvað Malargata. Þessi var staðan í Hafnarfirði þegar ég alast upp á 7. áratug seinustu aldar, þarna í Vesturbænum. Þá var þetta svona. Hellisgatan, Kirkjuvegurinn, Hraunbrekkan og Garðavegurinn og Norðurbrautin og Vesturbrautin og Merkugatan og Langeravegurinn og allar þessar götur. Þetta voru allt saman malargötur, svo langt sem augað eygði, og vildur fara á Steinsteypu götu, þá gekkstu Skúlaskeiði, þá gekkstu Strandgötuna og þá gekkstu einhvern hluta af Hverfisgötunni. Annað var það nú ekki sem að í boði var í formi steyptara gatna. Þannig við sjáum að það hefur verið mikil breyting þegar að því kemur að taka bæinn allan í gegn. Það náttúrulega löngu síðan það var gert, það var byrjað á því, og menn byrjuðu nú á því að grafa bæinn allan í sundur og koma fyrir hitaveiturlögnum í skurðina, og þá hafa sjálfsagt skipt þessar röralagnir í götunum og endurnýja það allt saman. En það var svo tíð að það var ekki hitaveita í Hafnarfirði. Það var fyrst þegar ég kom heim á Hellisgötunum, þá var mér minnir það nú bara verið kolakynding fyrst. Það getur verið að hún hafi verið farin þegar við komum, en allavega var olíukynding, og það var fyrir utan heimilið okkar var olíutankur, og þangað kom olíubíllinn og bakkaði aðeins langt nú hann komst, og svo drógu kallarnir slönguna að þessum olíutanki. Það geti hafa verið alveg upp undir 100 metra, geti ég trúað, og hve oft hann kom, það veit ég ekki, en hann kom allavega allt annars slagið, og þessi tankur, hvað var hann stór? Allan ekki verið 300-400 lítrar, ég geti trúað því, og hvað var svona kynditæki lengi að brenna þessum olíubirgðum. Hann hefur örugglega komið mánaðarlega, það held ég að hljóti að vera, fyrir náttúrulega eftir því hvað var mikið notað, og veturinn til að mynda þá hefur hann ábyggilega komið nokkuð ört. En hann var ekki daglugu gestur, ég get lofað eitthvað því, en kannski svona hálfsmánaðarlega á veturna, kannski leið lengra á milli, ég bara man það ekki. Ég man bara það að þessi ágæti olíubíll og þessir ágætu olíustarfsmenn olíufélagsins þarna upp á Holti í Hafnarfirði, að þeir sinntu þessu. Einnig þetta allt saman farið. Einnig þetta ekki lengur til. Einnig þetta bara minningin ein sem að ábyggilega fullt af fólki í ágætum Hafnarfirði veit ekkert Og svo það nú líka þannig að það svo misjátt hvað við erum svona uppteknir við að reyfja upp söguna. Það bara svona grúskar eins og ég kannski sem erum eitthvað í því, en ég held svona alla jafna, þá séu menn ekki mikið að velta fyrir sér hvernig þetta var í eina tíð, en þó það nú þannig, það hefur maður séð, að flestir hafa nú svona ákveðna skemmtun af því að vita aðeins meira umhverfið sitt. Það maður búin að sjá að það eru flestir sem taka því vel, og líka aðrir sem að náttúrulega erum á misjöfnum aldri, sem muna þessa tíma sem að til að mynda hér verið að tala að þeir svona, það vaknar á þeim ákveðin svona, nota tilfinning yfir því að svona rifja þetta upp með sér. Þannig að sagan, hún alltaf gjaldgeng, hún ekki einhvað sem að gengur úr grunn og öllum sama en það misjafnt hvað menn eru svona ákveðnir í að láta þetta óma og hljóma. Og þar kemur til kasta grúskara eins og ég og kannski þú, og ég ekki einn þetta, sem hef gaman af einmitt akkurat þessu. Aðalatriðið og það nú eitt sem við þurfum að hafa. Við þurfum að hafa gaman að einhverju, og við getum haft gaman til að mynda að því að fletta upp í sögunni og rifja upp ýmislegt sem þar var að gerast, því að myndirnar við erum misminnug, en myndirnar eru ekkert mjög nákvæmar alltaf,
en við getum hrest við minnið með því að fletta upp í gömlum blöðum og það er nú aldeilis búið að bæta ástandi þar með vefnum tímarit.is. Þar eru bara öll blöð sem hafa verið gefin út á Íslandi sem þú getur farið í og flett í, alveg aftur til aldamótana og aldamótana 1900 og eitthvað inn í 19. öldina. Þú ferð ekki aftur í 1700 og súrkál eða það aftur í tíma, þú nærð að fara þangað aftur og þetta eru tímarnir í landinu sem að hvað mestar breytingar verða á íslensku samfélagi og þannig bara það. Eftir aldamótin 1900 til dæmis að þá fer nú skipaflotinn heldur betur að taka stakkaskiptum hjá okkur. Fram að þeim tíma eru árabátar og þannig Íslands sagan skráð. Hún skráð árabátum. En svo breytist þetta og inn koma kútterar, þetta voru nú bara seglskip, en mikil bylting frá því sem var því að þessi kútterar þeir voru með lúkar, þannig að þú varst ekki lengur undir berum himni og þú gast haft aðstöðu í þessum lúkar. Þá fóru menn að elda mat, alvöru mat, skrínukosturinn sem að árabátamennirnir höfðu, hann ekki lengur til staðar, heldur eru menn farnir að borða alvöru mat, heitan mat og það ráðinn kokkur borðið þessa kúttera til að sinna matargerðinni og það hefur ábyggilega verið alveg gríðarleg bylting fyrir sjómenn að fá þetta til sínum borð. En það komi kútterónu líklega í fyrsta skiptið. En þeir, eins og við vorum að tala þetta eru seglskip, en ég held að þessir kútterar, þeir voru nú nokkuð lengi hér við lýði. Ég held að þeir hafi, eitthvað af þeim allavega hafi fengið í sig vélar. En þeir auðvitað gengu úr sér, þetta voru ekki stór skip en þóttu mikil skip þegar þeir voru að koma út. Manst eftir því að árabáturinn, hann var nú ekki mjög stór. Hvað ætli stærsti árabáturinn hafi verið stór? Æringurinn svo kallaður. Það voru 10 menn borð og allir með árum. Kannski 7-8 tonn í mesta lagi, kannski 10 tonn þeir allar stærstu. Og það var nú eitt með þessa árabáta að þeir máttu helst ekkit vera neitt of stórir. Því að á þessum tíma árabátsins, sem mjög merkilegt að skuli hafa verið, að þar engin höfn. Það var engin höfn í þessu landi. Fjaran var eina höfn og það hefur mér alltaf fundist alveg svakalega einkennilegt að skyldi hafa verið í þessu landi sem gerði svona rosalega mikið út á sjóin, alveg frá fyrstu tíð. Ég veit reyndar ekki hvenær sjórin verður meira áhugaverður heldur en landnýtjarnar. Ísland og Íslendingar, þetta voru mest allt bænda samfélög. En svo fer það að breytast, þá menn fara að flykkjast á mölin eins og sagt ætli það sé nokkuð fyrir svona, kannski fyrir eftir 1800, ég hugsa það nú. En auðvitað voru þéttbýliskjarnarnir byrjaðir svona aðeins að myndast, það var til dæmis Hafnarfjörður 1900. Ég segjum kannski 1850, 60, 70, þá Hafnarfjörður bara örfá hús. En komin vísir að einhverju menningu, einhverju lífi niður við sjóin. En þessir menn, þeir byggðu hús hér og hvar og til þess að stunda sjóin. Öll þessi hús voru nú nálagt fjöruborðinu og það eðlilegt því að menn voru með þetta að markmiða að hafa framfærsluna af því sem hafið gæfi og menn voru með sín árabáta og sín róðratæki. Þetta voru allt saman kænur. En svo voru líka að tala að þá viðgekkst ekki nein hafnarmannvirki og til að byrja með eru hafnirnar sem að koma, bryggjustubbarnir sem komu, þetta voru allt saman bara einstaklingar
sem réðust í þessi verk og gæðin auðvitað allavega. Það var til dæmis í Hafnarfirði, það til myndir af því að Strandgatan, hún var nú öðruvísi þá heldur hún í dag, að þar mátti sjá alveg fjölda einkabryggja meðfram allir í strandgötunni. Það allar saman auðvitað horfna núna og menn veit ekki einu sinni hvar þær hafa verið en þær voru þarna við strandgötun en hún var miklu ofar. Það búið að fylla svo mikið, landfylla svo mikið út í höfnina að það ábyggilega 100-300 metrar sem að landið hefur færst út fyrir bara landfyllingu. Þannig að þetta allt saman orðið allt öðruvísi. Þessar hafnir fara ekkert að breytast neitt að neinu ráði fyrir heldur en að ríkið fyrir að setja inn í þetta einhverju peninga. Og þá fara menn bæjarfélögin og ríkið að taka þátt í að byggja upp þessar hafnir því þetta var náttúrulega alveg skelfilegt ástand og algjörlega óskiljanlegt mála menn skyldi ekki hafa haft að rænu á því að búa þessum sjómönnum aðeins betri kost heldur en bara fjöruna. En það var mikill mannfellir á þessum tíma, á þessum árabóta tíma, maður voru ekki einu sinni að nefna hennar tölu því að hún væri það há. Menn voru að farast í lendingu, menn fara kannski í logni og að róa og fiska og svo yfir daginn þá allt í hennu komin bræla og þeir fara í land og þar bara brýtur og boðum og það bara mikið mesta áhættu verk að sigla sem sagt í land. En þetta voru færir sjómenn mikið af þessum mönnum og þeir vissu orðið hvernig best væri að gera þetta en það var ekkert öruggt og þeir sigldu á þessari öldu í land en það var bara hættu spil í raun og veru en það fórust margir þessir bátar bara í fjörunni og fólk í landi sem horfði á þetta og gat ekkert gert. Þetta verið ekki verið skemmtilegt. Mjög merkilegt finnst mér að þetta skyldi hafa verið með þeim hætti að ekki hafi verið almennileg höfn fyrir svona löngu seinna eftir að hér fer að byggjast. Það finnst mér mjög merkileg þróun og svona sýnir okkur hugsunarleysið einhvern veginn, það vantaði bara þessa hugsun inn í þjóðina að við þurfum höfn. Í Evrópu voru til flottar eða þannig ágætis hafnir, flest öll lönd voru með alveg ágætis hafnir, þetta eru gömul lönd og allt saman það og menn búnir að sjá ýmislegt af því en við Íslendingar við vorum bara tókum það á hnefunum. Þessi þjóð var mjög fátæk lengi og yfir framan af sinni sögu var hún mjög fátæk og hún þarna lítur yfir á norðmanna á öldum áður og svo af norðmönnum koma Danir og voru þeir ekki hér í 400 ár og við fengum svo frelsið frá þeim 1944 sem tók nú ykkur áratugi að ná fram, kannski öld þegar allt talið upp en það tókst á lokum og þá erum við byrjaðir að fá til okkar þessar bryggjur hjá opinberum aðilum. Þessar einkabryggjur eru svona, voru þarna með en þær ganga allar úr sér vegna þess að leið og menn sneru sig frá sjónum og fóru að gera eitthvað annað þá bara grotnuðu þessar bryggjur niður vegna þess að það var enginn til þess að halda þeim við. En það allt saman breyttist þegar ríkið fyrir að koma inn í þetta því að ríkið ekki aðeins byggir bryggjur heldur hefur það líka viðhald skylduna á þessum mannvirkjum sínum. Allt önnur staða komin upp og þessar bryggjur sem verið að reisa þá, trébryggjurnar til dæmis, þetta voru fínustu mannvirki, öfluga bryggjur sem stóðu áratugum saman en eru nú flestar farnar í dag og annað komið upp í staðinn. Það þessi stálþil og uppfyllingar að stálþilinu. Þetta orðið allt öðruvísi. Svona var nú Hafnarfjörður þegar ég var strákur. Það voru þarna Nýja bryggja
og það var þarna gamla bryggja en ekki stálþil komið og það var engin suðurhöfn og það var engin norðurhöfn. Garðarnir voru komnir báðir, eldri garðurinn náttúrulega og suðurgarðurinn líka. Norðurgarðurinn nú allur komin svona 90% komin undir uppfyllingu en það þarna einhver stubbur eftir sem eitt að ljótasta sem við Hafnfirðingar höfum. Hann bara að færa molna hann í sundur í rólegheitunum en hann góður ennþá því að það vitinn þarna á endanum og þar í dag annars slagi Pólverjar að veiða fisk. Þeir bjarga sér greiðin og það gott mál. En svona var þetta nú þá, eins og vorum að tala áðan að þá var bærinn allur grafinn sundur þegar átti að fara að leggja hitaveiturlagnirnar og í sömu götum var bara skipt jarðvegur og nalveg og allt í lagi með það, þetta voru bara framkvæmdir sem þurfti að gera. Og þá fara menn að tengja húsin hitaveitu vatni og það í kjölfarið á því að það verið að leggja niður alla olíukynding og það var ástæði fyrir því að olían sem á árum áður var mjög ódýr. Og þetta vissu menn sem tíma í kringum 1970 og við förum aftur í tímann það, þá voru hér alveg bara göturnar þaktar af 8 gata trilltækjum sem brunuðum göturnar alveg fram og tilbaka vegna þess að það kostaði svo lítið að kaupa bensín. En svo kemur þarna einhver skellur í það mál og þetta rýkur allt upp aðra og fullri ferð, olíuverðið, og þá fara menn að skoða hitaveituna, af því að hún var náttúrulega til. Við vorum bara að sjá það að við áttum alveg nóg vatn til þess að sinna öllu þessum þáttum. Reykvíkingar, þeir ríða á vaði með þetta heita vatn og það í kringu 1930 eitthvað svoleiðis, þá fara þeir að virkja þarna, byrjaði þetta ekki þarna það sem að sundlaugarnar eru, þvottahals að þar byrjuðu á að setja upp þvottalaugar, reykvísku konurnar, þær gengu heima frá sér, þetta voru þá svona, þessar þvottalaugar voru þá svolítið fyrir utan bæinn, Reykjavík var ekkert svona stór og það konugrein að þær báruðu þetta á sjálfum sér og í þessa þvottalega því að það var alveg þess verið að leggja það á sig vegna þess að þar varst að vinna með heitt vatn. En svo fóru þær að þróa sín mál og mennirnir fóru að smíða einhverja hjólatíkur og einhverja kerru sem þær gátu þó dregið og eftir sér og þurfi ekki að bera þetta allt á sjálfum sér en það var sjálfsagt allur gangur á því hvernig það var og það var tíma ykkur sem ætlaði að fá út úr þessu einhverja smá aura og hann pantaði vagn og spennti fyrir 2 hesta minni mig og hann átti að vera svona bara hálfgerð strætó, ætlaði sérstaklega fyrir þessar þvottakonur, það kostaði náttúrulega í þennan vagn, en hann var í gangi einhvern tím og svo eiginlega gafst hann upp eigandinn vegna þessar blessuðu konur, þar voru ekkert að nota sér þessa ferð. Mér munar getum að ganga þetta væni minn. Þetta var svona pæling þá. Þannig að það allt saman fór upp fyrir og þær gengu þessa leið og þóðu sinn þvott og það var búið að gera aðstöðuna betri, það var komin einhver grind yfir þessar laugar. Það urðu nú þarna einhver slys vegna þess að þetta var náttúrulega verið að eiga við alveg sjóðandi heitt vatn og menn fóru að reyna að verja þetta eitthvað og þá komu þessar grindur til þess að forða mönnum frá að lenda ofan í. Ég held að reyndar að það hefði aldrei gerst en það voru einhverjir svona handarbrunnar og svona vegna þess að menn fóru of djúpt í vatnið. Það getur allt gerst að einhver mist tau og í fljótfærni skellt hendinni ofan í vatnið og það gerir maður nú ekki. En það voru svona einhver smá brunaslys þarna sem að menn urðu að grípa inn í. Það sem sagt þá í Hafnarfirði, þá leggst það þegar þetta búið að vinna þetta verk, það
hvað kringu 70, kannski fyrir eða eftir 70 þá fer þetta allt saman í gang, þarna í Hafnarfirði. Og þá sem sagt hitaveitu væðist Hafnarfjörður frá byrjun til enda. Og öll ný hús í dag eru tengd þessu heita vatni, þannig að öll hús á suðvesturhorninu, þau eru líklega hituð upp með heitu vatni. Þannig að við búum mjög vel að því leyti til og við getum rétt ímyndað okkur kostnaðinn við að kynda þessi hús okkar ef við þyrftum að borga það sem að olían er að bjóða fram. Hún er nú ekki það ódýrasta sem við eigum. Og þannig að það heldur áfram að stíga, svo fyrir utan það í daginn þá líklega þrýtur hún svona mestu leyti. Þetta er ekki þessu ótæmandi orka, nema heita vatni kannski, ég má segja það sé það, svona fyrir okkur, en þetta er ríkt land sem við búum í. Þetta heita vatn, það hefur alltaf verið til, það bara rann upp, vall fram, sem að þvottalaugarnar voru, bara vissu allir af þessu vatni þarna, en svo var að farið að nota þetta. Það tók tíma að fara að átta sig á því, það var nú kannski hægt að nota þetta eitthvað. Og þarna sem sagt byrjuðu þessar ágætu konur að þvott heimilismanna og sáu náttúrulega strax gríðarlegan mun. Já, ég man eftir því þegar heimili mitt eignaðist hitaveitu og það náttúrulega breytti öllu, því að gat nú alveg verið kalt inn í þessum húsum. Voru ekki allt neitt vel einangur hús og þetta voru gömul hús og einangurinn einhver spænir og eitthvað hei eða guð maður vita hvað sem var nota, og svo náttúrulega bara smátt og smátt bara fauk þetta burtu. Það var kannski engin einangurinn í þessum húsum, þessum helstu húsum í bænum, en svo var nú gengið það að einangra þetta allt saman upp og margir fengu sér einangurinn. Og það var ákveðin tækni beitti það að menn boruðu göt í veggina og svo var þessu bara blásið inn. Það var svolítið sniðu aðferð og það er engin spurning um það að það hefur gjörbreytt öllum hita, lækkað hitakostnaðinn alveg helling. Og svo fyrir utan það hefur þetta verið miklu betri hús. En svona var nú byggðin okkar einu sinni. Þetta var allt saman verið að vinna í þessu svona eftir ákveðin tíma. Það er sannlega eftir 1970 sem menn fara að huga að þessum málum. Og það gengur mjög fljótt fyrir. Menn fara að leggja áherslu á það að einangra húsin sín betur eins og við vorum að tala og þeir sem voru að skipta járn á húsanum sínum var ráðlagt að setja einangrun undir járnið og það líka breytti öllu fyrir þessu hús. Þau verðu miklu visslegri og vinnalegri og betri eftir en áður, það segir sjálf. En þetta þurfti samt allt að gera. En þessi hugsun fer ekki að vakna fyrir heldur en á þessum tíma í kringu 70, þar að vísu komin hálföld síðan að þetta allt saman fór í gang. En það fór ekki í gang hver. Finnst okkur það ekki svolítið einkennilegt? Svona einhvern veginn getur doðinn farið með okkur. Að við erum ekkert að hugsa svo mikið um þessi mál. Við segjum bara, við förum bara í peysunni meira og okkur ekki málið. Það er alveg hægt að bjarga sér og öllu. En það er nú held ég ekki það sem er í dag. Okkur finnst nú ósköp notalegt að vera bara í hlýju rými hvernig sem viðrar úti. Og þetta er okkur boðið upp á í dag, en við erum auðvitað ekki þakklátasta fólki eða öllu þakkláttu fólki, því að það er allt annað upp á teningnum hvað það varðar með þakklætið. En svona hefur nú vinnan svona smátt og smátt breytt gangi mála. Við vorum upp að tala árabótana. Við vorum líka smávegis að hneykslast á því þessari hugsun eða hugsunarleysi að við erum ekki með hafnir, almennilega hafnir fyrir en við erum komin inn í 19. 20. öldina.
og maður er alltaf jafn hneykslaður þegar maður hugsa þetta. En svona var nú Ísland í eina tíð og Ísland er öðruvísi í dag, en fólkið er náttúrulega samt við sig og við þurfum að glíma við okkar erfiðu glímur daglega og við leysum þær misjafnlega vel af hendi og göngum hnarreist frá eða niðurbyggt fólk vegna þess að það tókst ekki alveg það sem við ætluðum að gera og svo framvegis. Þetta hefur alltaf verið vegna þess að manneskjan er söm við sig. Og núna komum við að þætti lifandi Guðs, lifandi Jesú Krist, sem er ekki að hugsa svo mikið umhverfið okkar, hvort við erum með hitaveitu eða olíu eða hvernig sem það er, heldur horfir hann á manneskjuna, býtu við, hvernig nefndu nafni líður þér, minn kæri eða mín kæra. Og sumir tjá sig við sinn drottin og segja, já, drottin minn, mér líður nú ekkert illa, svona alls konar þangi í gangi í höfðinu á mér sem mér gengur ekki vel að ráða við og þá segir drottin, já, þá ert þú alveg á réttum stað þegar ég skal aðstoða þig við það að glíma við þessa glímu með þér til sigurs. Og hann gerir meira að tala við hann og hana sem hann hefur áður fyllt heilugum anda og það er alltaf sama niðurstað, en orðið mitt, ertu ekki að lesa það? Jó, ég geri það nú svona annars slagið, það er ekki nóg, segir drottin. Þú þarft að gera það á hverjum degi. Já, þú meinar, já, ég er nú alveg sammála því, en ég er nú samt svolítið slagur í því. Og þá verður þú bara að strekkja á þér, segir drottin, og taka þér taki og byrja bara verkið núna skaltu bara fara, teygja því í orð Guðs og svo skaltu bara tekka á því hvort að það sé nú bara ekki að vinna í þína þágu. Hljóðmyndin mín þakkar áheyrnina og þakkar einnig fyrir að þið gefið ykkur tíma til að hlusta. Í Jesú nafni.